Sæl kæru félagar og velkomin í þessa fyrsta mætaskrá, rafrænu fyrstu mætaskrá hjá Vinstri grænum í Reykjavík. Elín Oddný Sigurðardóttir heiti ég og varaborgarfulltrúi Vinstri grænna. Og í þessari sérstöku dagskrá í tilefni af alþjóðlegum baráttudegi verkalýðsins 1. maí höfum við fengið til okkar alveg sérstakan gest, hana Söndru B. Franks, formann Sjúkraliðafélags Íslands. Velkomin, Sandra. Já, takk kærlega. Ég er mjög ánægð með að þú skildir hafa tekið svona vel í að koma og ræða við mig. Ég hef maður margt á döfinni í heilbrigðismálunum og kjaramálum sjúkraliða og þessum mikilvægu störfum sem að þeir sem að sinna umönnun störfum í samfélaginu eru að sinna. Kannski bara svona aðeins í upphafi fyrir þá sem kannski vita lítið, eitthvað smá svona upplýsingar Sjúkraliðafélag Íslands, hverju þið eru og hvað þið eru helst að gera í ykkar störfum. Já, það myndur nú kannski ekki duga kortið til að segja frá því að við erum að gera ansi margt og Sjúkraliðafélagið var stofnað fyrir 55 árum síðan, þá sem svona fagfélag og svo var það gert að stéttarfélagi fyrir rúmum 30 árum síðan, þannig að þetta er svona félag sem er vaxandi og í samræmi við þá vaxandi þörf fyrir okkar vinnuafl eða okkar félagsmenn. Sjúkraliðar eru þeir sem að sinna, svona má segja, nærhjúkrun inn á sjúkrahúsum, inn á hjúkrunarheimilum, í heimahjúkrun. Þeir koma mjög víða við í heilbrigðiskerfinu. Þekking sjúkraliða sem að þeir hafa áunnið sér í námi sínu er mjög svona haldgóð að því leyti að hún er svona verkfókusuð. Þetta er svona, sem maður segir, verknám sem þau sækja sér í náminu og það er mjög praktískt að því leyti að það er ekki verið að sóa tíma í það að afla sér þekkinga sem er svo ekki verið að nýta í starfinu þegar þú ert komin á gólfið. Félagið sjálft er má segja rótgróið og hefur markað sína sögu í gegnum þessa brjálæðislega góðu baráttu sem hefur einkennt stéttina og sjúkraliðar eru ansi vel upplýstir sína, svona má segja, réttarstöðu og svona samfélagslegu vitund það hvað er eðlilegt og hvað er sanngjarnt og hvað er rétt að umbuna fyrir það mikilvægu störf sem að þeir eru að sinna öllu jöfnu og eru með ansi góða stéttavitund. Þannig að það hefur fleytt okkur á þann stað sem við erum í dag. Glæsilegt. Það hefur nú verið sagt stundum að sjúkraliðar séu hryggjastykki í svona heilbrigðisþjónustunni sem að halda þessu gangandi. Þú kemur aðeins inn á þarna menntunarmálin. Nú var heilbrigðisráðherra skipaði hóp sem skilaði skýrslu svona áskoranir og tækifæri í menntun sjúkraliða sem skilaði skýrslu í fyrra. Verður einhverja von til að þessi vinna gæti skila árangri til að skila fleiri höndum inn í þessa mikilvægu vinnu sem að sjúkraliðar inna hendi alla daga ársins, allan sólarhringinn? Það er bara frábært að þú skulir vekja athygli á þessu því að það sem við erum að gera í dag er akkúrat framhald af þeirri vinnu sem var sett á laggirnar fyrir tilstuðlan Svandísar. Hún sett á laggirnar svona verkefnahóp sem átti að svona greina þörf fyrir stéttina og þörf fyrir frekari menntun og við þurfum að fjölga sjúkraliðum. Og í skýrslunni koma fram 10 tillögur sem þarf þá að fylgja eftir það hvernig við ætlum að bera okkur af við það að reyna að manna heilbrigðiskerfið á sjúkraliðum. Og við tókum nú bara núna í vor frumkvæði því að skipa verkefnastjórn sem er þá á forræði félagsins það að hrinda af stað ákveðnum svona áhersluatriðum eða ábendingu sem koma fram í skýrslunni og það er verkefni sem við erum að vinna einmitt akkúrat þessa stundina og kortleggja stöðuna, hvar við eigum að sækja fram og hvernig staðan er og hversu margir sjúkraliðanemar eru komnir í skólana og hversu marga vantar okkur. Þannig að sú vinna er í farvatninu. En það sem að ég hef líka haft bara mikinn áhuga á það hvernig mönnun í heilbrigðiskerfinu almennt er
og það er hluti af því sem að hefur verið bara mín ástríða mjög lengi. Já, og ég sé svona ákveðna, hvað maður að segja, svona sóun vera í kerfinu að því leyti að það er ekki verið að nýta þekkingu sjúkraliða eins og er hægt að nýta hana. Því að þetta er svo praktískt nám að því leyti að við erum með svo haldgóða þekkingu til þess að sinna störfum inn á spítölum og í þessari nærhjúkrun, en það hefur verið tilhneiging til þess að þekkingin, hún er ekki að nýtast. Og það vekur svona hjá mér svona sérstaka athygli eða fókus á það að það er alveg hægt að gera miklu betur með því að færa þessari stétt önnur verkefni, umfangsmeiri verkefni í samræmi við þeirra fagþekkingu og þannig að ýta áfram svona, eða í kjölfarið sér maður fyrir sig að það myndi verða svona ákveðin ruðningsáhrif inn í kerfinu þannig að það losni þá verkefni hjá hjúkrunarfræðingum sem að þeir gætu þá jafnvel notað enn frekar í önnur verkefni sem að þeir hafa sína sérþekkingu úr sínu námi og svo upp á við. Þannig að þetta er svona eitthvað sem að ég er búin að vera að hugsa mjög lengi og mér finnst þetta einhver svona byrjun í þeirri vegferð að horfa á að nýta þekkinguna betur og vekja athygli á því hvað sjúkraliðar í raun og veru kunna og geta þegar þeir koma út úr náminu sínu. Já, eins og þú bendir á að þá vinna náttúrulega sjúkraliðar mjög fjölbreytt störf og ég starfaði sjálf í framhaldsskólakennslu árabil og maður var svona dálítið var við það þegar fólk var að velja sér starfsvettvang að það hafði kannski oft svona mjög einsleita sýn á verkefni til dæmis eins og á borð við sjúkraliða og kannski ekki þessa fjölbreytni sem er í starfinu þegar fólk fer að starfa síðan við störfin, er einhver þörf á einhverju vitundavakningu störf sjúkraliða og hversu fjölbreytt þau eru eða er það bara hluti af þessari svona almennu kjarabaráttu ykkar félags að vekja athygli á starfinu og gera það eftirsóknarverðara? Sko ég held að það þurfi, ég veit ekki alveg hvernig ég á að orða það, en það hefur verið svona tilhneiging hjá mjög mörgum að tala stéttina niður. Þeir eru bara að skeina og þeir eru bara í þessum neikvæðinu, svona þessari neikvæðu aðhlynningu eða ekki neikvæðu aðhlynningu, heldur neikvæðu störfum sem að fólk almennt kýs ekki að fara í án þess að vita betur. Og þetta er svona ekki kannski það sem að maður hefði vilja flagga þegar maður er að kynna námið, því að námið og starfið er þess eðlis að þessi þáttur að sinna frumþörfum fólks þegar það er á sínum veikasta tíma á sínu lífskeiði, það felst í allri umönnun, ekki bara í það að sinna þessari grunnþörf, að viðhalda, það geti viðhaldið hreinlæti og öðru. Heldur er þetta svo margt annað. Við erum að takast á við með skjólstæðingum og sjúklingum að fara í gegnum þeirra tímamót með þeim hætti sem best er svo hann haldi mannlegri reisn. Og það gerir maður með svo mörgu öðru heldur en bara að ráðast í eitthvað eitt verk. Og maður bara finnur það sjálfur þegar maður verður veikur að hvað væri nú gott að einhver sem hefði nú svona hjarta á réttum stað svona tæki við manni og myndi sinna þeim þörfum sem maður virkilega þarf á að halda. Og það er það sem við sjúkraliðar erum að gera. Við erum að meta heilbrigði og við erum að meta framþróun frá degi til dags það hvar viðkomandi sjúklingur eða skjólstæðingur er staddur á þeim tíma þegar við vitjum hans. Yfirleitt og oftast nær er það þannig að það er bataferli og það er það náttúrulega jákvæða í þessu að yfirleitt þá erum við að sjá fólk sem kemur inn á spítalana hundveikt og svo útskrifum við það og það er það jákvæða við þetta allt saman og við erum að sinna fólki sem þarf á þjónustunni þegar það stendur höllum fæti en flest öll komumst við í gegnum það á okkar æviskeiði. Og svo er náttúrulega stór þáttur í okkar starfi það að sinna þeim sem eru á, kannski segja með maður lokametrun lífsins og inn á hjúkrunarheimilum og það er ekki síður mikilvægt að þar sé vel tekið utan um fólk og í svona
kerfislega séð, þá finnst mér þau tímamót þegar að aldraðir þurfa að fara inn á hjúkrunarheimili, að það alveg gríðarlega vanmetin þáttur í samfélaginu að átta sig á því hversu erfitt og átakanleg tímamótin geta verið. Það að vera búin að ljúka kannski ljúka sínu starfi og má segja sínu svona ævi inn á heimili, hjón sem að hafa verið, eða bara fólk og einstaklingar sem hafa staðið bara í sínu lífi og þurfa svo að horfa fram á það að þurfa að fara inn á hjúkrunarheimili, og þá ertu búin að fara í gegnum færni og heilsumat, það búið að kanna allar aðstæður, þú ert búin að þykja heimahjúkrun, þú ert búin að fara í hvíldarinnlagnir, þú ert búin að prófa þetta allt og það alveg fyrir sig að þú getur verið einn heima, og það eins og það sé bara í samfélaginu, það sé bara sjálfsagt og eðlilegt að hann fari inn á hjúkrunarheimili og það sé bara allt í lagi og ekkert mál, en það bara gríðarlega mikið mál, og það er enginn sem kýs að fara það svona, bara hei, já, ég bara sé betur fyrir að fara þangað og það verður bara rosa gaman. Það ekki þannig. Við erum að fara með fólk sem bara mjög veikt, sem bara þarf að takast á við hvern dag með skerta getu og færni til þess að takast á við daginn, og það búið að hlaða þessar stofnanir af ófaglærðu fólki sem að veit í rauninni ekki út af hvað þetta gengur, og það bara sorglegt. Það bara ótrúlega vanmetin nálgun á þessari þjónustu, og ég bara alveg miður mín að heyra það einmitt núna þegar við vorum að fá skýrsluna það hvernig rekstur hjúkrunarheimila og greining á rekstri þeirra, að sjá hversu margir eru einmitt ófaglærðir og versus þessi sem eru faglærðir þar inni. Þetta bara sláandi niðurstaða, og ekki það að ég sé að gera eitthvað lítið úr störfum þeirra sem að hafa ekki fagmenntun, heldur að þetta bara þannig starf að það krefst þess og þú þarft að vita. Þú þarft að vita hvað að gerast í líkama mannesku sem að skelfur og með Parkinson og hvernig á að bregðast við því. Þú þarft að vita hvernig þú átt að takast á við samskipti við aðstandendur. Þetta gerir fólk í náminu að það lærir það. Það kann þetta, sjúkralega kunni þetta. Almennur starfsmaður kann þetta ekki. Og þetta bara, ég var bara miður mín að hugsa til þess að það verði ekki hreyft við þessu verulega með því að takast á við að manna stöðuna bara eins og við eigum að hafa sóma á að gera. Þannig að ég, eins og segi, nú ég kannski búin að tala alveg í ring, en þetta svona, ég hef áhyggjur af stöðunni svona í dag og við verðum að bæta okkur í þessu. Ég man ekki eins og núna lengur hvað þú varst að spyrja en Þetta var bara alveg glæsilegt, og ég velti fyrir mér hvort að eitt af svarinu við þessu ákalli sé eitt af því sem kemur fram í skýrslu starfshópsins sem að ráðherra skipaði að auðvelda þeim sem að starfa á hjúkrunarheimilunum að afla sér fagþekkingar samhliða starfi sínu. Hvort að það geti verið náttúrulega ekki einföld lausn en hluti kannski af fleiri lausnum. Jú, það eina af þessum góða ábendingum sem kemur fram í skýrslunni, að draga fólk inn í nám sem að vinna nú þegar inn á svona stofnunum, hjúkrunarheimilum, og að greiða leið þeirra bæði með stuðningi vinnustaðarins og svo líka frá félaginu, að við erum tilbúin að veita því líka stuðning, og þannig að ef að stofnun sækir styrk til þess að reyna að styðja við ef stofnunin sækir styrk til félagsins eða sjóði félagsins það að styrkja sína starfsmenn í að þeir fari í sjúkralega nám, þá það ein leið af mörgum sem eru þarna í boði sem hægt að fara til að fjölga sjúkralegum. Þetta þarf að fara í gegnum samstarf bæði við stofnanir og skólana og menntakerfið. Við megum ekki bara fylla skólana af fólki og svo vantar kannski stöður til að fara í starfsnámið. Þannig að það þarf að tala sig inn í þetta umhverfi. Þannig að öll þurfum að vinna þessu saman, og þannig að þetta svona bara í ferli, en þetta eina leiðunum sem við sjáum fyrir okkur að væri hægt að styrkja stöður hjúkrunarheimilana með fagmenntu fólki með því að fara þessa leið. Og svo annað líka sem mjög áhugavert og spennandi, það það að við erum að fara á stað núna í haust með nýtt nám á háskólastigi við Háskólann á Akureyri,
sem 2 ára diplóma í öldrun og heimahjúkrun og þá sjáum við fyrir okkur að út úr því námi komi einmitt einstaklingar sem hafa sérfræði þekkingu á því hvernig ná að sinna þjónustu við þennan hóp okkar sem að við erum öll jöfn að sinna en þó ekki með augum hjúkrunarfræðings, heldur með augum sjúkraliða. Og það er svona, má segja, óskýr skil á milli hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða í störfum sínum en við erum að reyna að skerpa skilin með því að setja fókusinn á fagmenntun sjúkraliða þannig að við erum að tala viðbóta menntun við sjúkraliða störfin en ekki að fara inn á svið hjúkrunarfræðinar að því leyti sem að þeir eru í því sem þeir eru að gera. En þetta er rosalega óskýr lína og erfitt að skilja þarna á milli vegna þess að það er líka ólíkt eftir því hvar við erum að vinna í kerfinu. Þannig að hvar skilin liggja á hverjum stað. Þannig að þetta krefst alltaf samvinnu okkar nánustu samstarfsfélaga hjúkrunarfræðinga það hvernig við sjáum saman framtíðina fyrir okkur. Þannig að þetta er bara hluti af stærra verkefni. Glæsilegt. Og heimahjúkrun kannski villandi hugtak í einhverjum skilningi í ljósi þess að mjög margir sem að starfa hjá heimahjúkrun sveitarfélaga og halda henni jafnvel upp á miklu leyti eru með sjúkraliða menntun og kannski ekki margir sem vita því. Nei, sko, það má segja að kjarnastarfsemi heimahjúkruna sé byggð upp af sjúkraliðum. Sjúkraliðarnir eru þeir sem fara heim í vitjanir til fólks og sinna því sem að þar og þeim þörfum skjólstæðinga. Þannig að það má segja að sjúkraliðarnir séu þeir sem eru að sinna heimahjúkrun í samstarfi við hjúkrunarfræðingana. Takk kærlega fyrir og takk kærlega fyrir að gefa þér tíma til að koma og ræða við okkur í tilefni af 1. maí og ljósta að það eru ærin verkefni framundan hjá ykkur í félaginu og gangi ykkur vel í ykkar mikilvægu störfum framundan. Takk fyrir komuna. Takk, bara kærlega. Mín var ánægjan. Takk.